Skoðum annað dæmi þar sem við erum með ákveðna heildið frá 0 og upp í 4 að kvadratrótin af x dx. Og við getum hugsað þetta sem svo. Við erum í vandræðum með þessa kvadratrótin. Við getum umritað þetta. Við getum sagt að þetta er það sama og x í hálftaveldi. Við getum skrifað kvadratrótina sem veldi. Og þá er lítið mál að finna, ef við hugsum sem svo að við værum að finna bara stofnfall fyrir x í hálfta, þá hefði það að sjálfsögðu, þá hækkum við veldið einn heilan, þannig að þá erum við komið með x í veldinu 1 plus 1 hálfur, það er 1 hálfur, eða kannski til dæmis 3 aðrir, sem er það sama. Og deilum með veldisvísinum. Og það er hægt að einfalda þetta aðeins vegna þess að þegar deilt er með broti, þá er hægt að segja sem svo að það sé það sama og margfalda með andhverfu þess. Þess vegna getum við sagt að þetta er það sama og sinnum 2 deilt með 3 plus c. Nú, þetta var þá óákveðna heildið og við nýtum okkur það. Þá veitum við það að, og nú er þetta, ég ætla að sýna ykkur ritþátt sem er þannig að nú setjum við upp hotklófa og segjum við erum með 2x í veldinu 3 aðrir deilt með 3 á bilinu frá 0 og upp í 4. Og þetta leggur sig á tvisvar sinnum ekki x heldur 4 í veldinu 3 aðrir deilt með 3 mínus tvisvar sinnum 0 í veldinu 3 aðrir deilt með 3. Munum að þetta hérna er þá stofnfallið af 4, þetta mínus f af 0. Svona. Getum við hugsað þetta hérna. Þetta er þetta og þetta er þetta. Niðurstaðan úr þessu verður svo mikið sem tvisvar sinnum 4 í veldinu 3 og kvadratrótin af því. 4 í veldinu 3, ja, kvadratrótin af 4 er 2 og í 2 í þriðju veldi eru 8. Svo má líka bara slá þessu inn í reiknivél. Og tvisvar sinnum 0 í einhverju veldi er bara 0 deilt með 3. Þannig að við erum með 16 deilt með 3 mínus 0 sem eru 16 deilt með 3. Sjáðu, hér kemur tala úr ákveðna heildinu meðan að hér kom út fall. Og skoðum nú á mynd hvað það þýðir. Þá er ég búinn að teikna myndina og ef ég ætti að giska á hvað ég var að gera þá mætti ég hugsa sem svo. Ég veit að ég var að fara frá 0 og upp í 4 og nú er ég búinn að komast að því að ég var eiginlega að leita að flatarmáli. Þessa svæðis sem afmarkast af fallinu og x-ásnum og svo 4 hér. Og ef ég bara tel reitina, ég er hérna með 1 heilan, 2 heila, 3 heila, sirka þessi og þessi hérna saman, þetta eru 4. og þessi hér pluss þessi, þetta er eitthvað rúmlega 1. Þetta er svona meira en 5. Ok. Þá sýni ég ykkur heildið, óákveðna heildið og það hefur jöfnuna tveir þriðju sinnum rótin af x sinnum x sem er x í veldinu 3 aðrir og það er væntanlega sambærilegt við það sem ég fékk hérna áðan.
Jú, það er þetta. Og svo sýni ég ykkur heildið sjálft. Ég ætla bara að fela þetta. Þá kemur það og við sjáum að það er 5,33 og rifjum það nú upp að áðan þá fengum við út 16 þriðju og það vill nú svo skemmtilega til að það er nákvæmlega 5 og 1 þriðji, 5 heilir og 1 þriðji sem eru þetta 5,333 og svo framvegis. Þannig að hægt er að líta á heildi, það er reikna út ákveðið heildi sem flatarmál. Það ber þó ýmislegt að varast þar en við getum byrjað á því að hugsa þetta svona. Takk fyrir.